Breiðfirðingurinn Elías Jónsson hefur einnig starfað hjá Alcoa Fjarðaáli frá upphafi. Eftir 6 vikna þjálfun á Reyðarfirði og annað eins í Kanada tók hann þátt í gangsetningu álversins. Það var svolítið spennandi og þá voru komnir Kanadamenn hérna og við vorum að raða skautum í kerinn og bara að prófa þessa krana og vita hvernig þetta virkaði allt saman. En þetta var rosalega spennandi tímar og bara alltaf að gera eitthvað sem maður hafði aldrei gert eða séð eða neitt áður. Svo var ég færður yfir á vaktir þegar alltaf ekki verið rúmlega hálfnaður að setja í gang. Og þá var öll verk komin eftir á og allt svona, já, allt eiginlega í raskati. Þannig að það þurftu allir að spýta í lófana en þetta var bara, já, mjög erfitt líka. Það var verið að þjálfa fólk í öfnum höndum. Þannig en einhvern veginn hafðist þetta alls saman og það var bættist í fleiri fjórðungar og fleiri ker og þetta var bara, já, eins og segi, bara mjög gaman. Elías tekur undir orð Maríu að bruninn sé eftirminnilegasta atvikið á starfsferlinum. Þegar maður stóð hérna og sá eldtungurnar hérna fyrir teygja sig upp yfir skálan, þá eiginlega bara, já, þá eiginlega hugsaði mér hryllingi að þurfa að fara að byrja upp á þessu öllu upp á nýtt aftur. Maður sá eiginlega þá ekki fram á annað en að þetta væri búið bara, það þyrfti að byrja að gangsetja allt upp á nýtt. En já, okkur tókst að bjarga þessu eða þeim hérna félögum í rafveitunni. Elías segir að sérstaklega vel sé haldið utan starfsfólk Fjarðaáls. Velferðarþjónustan hérna frábærlega flott og öll þau læknisþjónusta, sálfræðingar, lögfræði, aðstoð eða hvað það sem við nefnum til að nefna og glemdum flugförunum til suður til Reykjavíkur og annað sem náttúrulega bara nauðsynlegt fyrir þá sem að koma að sunnan og að vinna hérna sem að þurfa að fara og bara heimsækja sína fjölskyldu og vinni og annað. Og þetta sem ég segi, ég held að sé fá fyrirtæki hérna sem eru á svipuðum level þannig með þjónustu og annað við starfsfólk. Sjálfur Elías ættaður frá bænum Hólmum sem stóð rétt við álverslóðina. Jú, auðvitað voru menn alltaf að bíða og vona eftir einhverju og ég man eftir þegar var lagður fyrst vegur hérna niður eftir sem að þá átti nú að vera einhver, ég man ekki hvað það var, kísilgúrverksmiðja eða hvað það var, ég er búinn að gleyma nöfnunum á þessu öllu sem átti að vera. Það var ein ríkisstjórn sem lét leggja hann og svo var einhvern tímann þá kom önnur ríkisstjórn, hún lét hefla veginn og svona var þetta búið að ganga alltaf og einhvern tíma voru Norðmenn í myndinni að koma hérna með álver en svo þegar að þetta kom nú og fór svona að gerast alltaf þá, jú, ég held að þetta mörgu sinni stærra heldur en allir höfðu reiknað með og mér skildist á þeim svona gömlu fólki hérna inn á Reyðarfirði sem að sá þegar að var að koma skipin með öll tæki og tól sem að fóru fyrst upp í Kárahnjúka og svo náttúrulega hingað líka að þau líktu þessu við það þegar stríðið var að byrja. Þá var að komið tæki og tól sem þau aldrei séð áður og vissi ekki bara varla verið til. En auðvitað þetta búið að hafa mörgu sinnum meiri áhrif á bara allt hérna í kring og það ekki spurning og bara eins og þessi jarðgöng sem komin eru núna bæði hérna yfir á Fáskrúðsfjörð og Norðfjörð að þetta náttúrulega gríðarlega gott upp á bara búsetudreifing og annað hérna á svæðinu. En hvernig fyrir þig og fjölskyldunni að sjá þennan rísa í túninu heima? Það svolítið skrítið og ég bara ennþá meira gaman, eða svona svolítið skondið að horfa bara hérna fyrir utan, það sem að vissi að var bær hérna fyrir utan, að núna hann hugsanlega bara á einhverja, ég veit það ekki, 10 metra dýpi eða eitthvað. Það var keyrt öllu efni sem var tekið hérna úr lóðinu þar út eftir og þetta náttúrulega gerð breytt frá því sem var landslagið hérna. Jú, auðvitað þetta skrítið og allt það en ég hefði ekki viljað vera án þess, ég veit ekki hvar við værum stödd þá.